Við erum stadd hérna á ytri Víðivöllum 2 í Fljótsdal, þar sem að fyrirtæki Skógarafurðir staðsett og hér eru bræðurnir Bjarki og Guðni Jónsynir. Bjarki, þú ætlar að segja okkur frá fyrirtækinu og svona tilurð þess og svona helstu starfsemi. Þetta fyrsta sögunarmýlan á Íslandi, einkarekna sögunarmýlan. Við stofnuðum þetta fyrirtæki 2014 og hófum starfsemi 2015. Við kaupum þessa jörð til þess að stofna þetta fyrirtæki í raun og veru. Og svo bara hefur þetta svolítið svona undið upp á sig með tíð og tíma. Við vorum hérna fyrst bara hjónin hérna í upphafi og svo kemur Guðni bróður og flytur hingað austur til okkar með konuna sína. Núna erum við með svona 7 til 10 starfsmenn í fullri vinnu, öllu jafna. Já, þið eru að kaupa trjábóli af bændum eða fá upp trjábóli hjá bændum og hvaðan eru þeir að koma? Já, við vinnum einungis úr íslensku timbri. Við kaupum af skógarbændum og land og skógi úr þjóðskógunum bara á landsvísu. Þá aðalega hérna fyrir austan og Norðurlandi. Við sérhæfum okkur mest í lerkiklæningum og framleiðslu úr íslensku lerki. Og svo erum við hérna með fyrir framar okkur, við erum hérna með timbur sem hefur verið styrkleika flokkað. Já, við erum að framleiða hérna úr síkagreini og úr öskjuhlíðinni. Þetta burðarverki í fyrsta alíslenska íbúðarhúsið. Það nú þegar búið að byggja eitt annað hús í Vallanesi, en það svona söluskáli. Þetta svona fyrsta íbúðarhúsið sem byggt eftir bara venjulegum íbúðarhússtöðlum. Það ekkert verið að gera neitt öðruvísi nema það bara verið að nota íslenskt timbur í burðarverki, klæðningu, innan og utan. Já, og þetta timbur, þetta kemur allt úr öskjuhlíðinni? Já, þetta var tekið úr öskjuhlíðinni og var flutt hingað austur með skipi gegnum fyrirtæki sem heitir Tandramerti. Og svo erum við að vinna þetta núna fyrir Fljótsdalshrepp í þeirra byggja fyrsta húsið. Og svo þegar þetta hús risið þá verður heldur bara lagt af stað í næsta hús. Já. Þið hefur báðir hérna lokið námskeiði hjá Iðunni fræðslusetri í styrkleikaflokkun og timbri. Já. Og hvað það að gera fyrir ykkur? Það náttúrulega gefur okkur möguleikann að framleiða timbur í svona hús og gefur okkur þann möguleika að framleita án þess að vera bundnir öðrum. Eiríkur Trétæknir hefur þurft alltaf að koma hingað og votta allt timbur hingað til. Núna eru þá fleiri komnir með þau réttindi að votta timbur sem að gera okkur líka bara kleift að það er miklu auðveldara fyrir okkur að aðstoða fólk við að fá burðarverki í húsin sín. Þið hafið sett upp sérstaklega framleiðslu handbók sem notuð við framleiðsluna sem að Trétækni Eiríkur og Trétækni og Iðan hafa gefið út til þess að staðreyna þessa framleiðslu. Já. Þessi framleiðslu handbók, hún haldið samkvæmt staðli? Já, það eru ákveðnar upplýsingar sem þurfa að koma fram í þessari handbók. Þetta nú aðalega upp á rekjaleika, upprunavottun og rekjaleika, þannig að við getum fylgt skóginum eftir til kaupanda og svo akkúrat öfugt að kaupandi geti fylgt timbrinu eftir til okkar. Og þá vitum við hvenær það var framleitt og í hvaða holli það var framleitt og úr hvaða skógi það kom og við vitum þurrkstigið á timbrinu fyrir sögun og eftir þurrkun. Það eru bara allar upplýsingar sem hægt að skrá sem eru setta niður á blaðana. Hvað getið þið sagt mér þetta timbur sem að þið eruð að framleiða í tengslu við sjálfbærni? Ég held að sé fáar sögunarmyllur eins sjálfbærar eins og við erum. Við erum með kolefnishlutlausa framleiðslu, við kaupum votta rafmagn og við framleiðum okkar eigin viðráðsku til þess að þurrka timbrið. Þannig að þurrkunin líka partur af fullnýtingu hjá okkur. Við erum með aðra vörur sem sag og annað fer í fullnýtingu líka. Þetta er bara, þetta er eins mikið sjálfbærni og hægt að hafa held ég bara í þessu. Og hvernig þá þetta timbur frá ykkur í samanburði við innflutt timbur? Ég held að þetta sé nú bara mjög sambærilegt timbur. Við erum náttúrulega flokkað eftir sömu stöðlum og flokkað erlendis. Eina sem að við erum náttúrulega kannski ekki endilega samkeppnishæfir í verðum, við eltumst ekkert við samkeppni í verðum í þessu.
Þetta hérna sérstök vara sem við erum að bjóða upp á og takmörkuð auðlind sem við erum að bjóða upp á líka. Þannig að, en það verður enginn hausi við þetta, sko. Já, og það er líka hefur náttúrulega sitt að segja að þessi vara, hún er framleidd innanlands og tengst við sjálfbærni, þá er þetta náttúrulega einhver umhverfis eða hvað segir það? Já, ef að... Það þarf allan ekki verið að flytja timbrið marga kílómetra höfn til þess að flytja það hingað. Nei. Það er náttúrulega tekur marga dagarstund að flytja timbrið að skipunum. Já, þetta er náttúrulega bara, þetta kolefnisspor er alltaf að verða svona hærra og hærra í umræðunni og við teljum okkur vera að bjóða timbur með minnsta kolefnisspori sem hægt er að fá í Íslandi. Svo bara spurning hvað vottunaraðilar finnist það, sko, en þetta er raunin.